Sjöundi kapítuli. 2 hús. Umboðsmaður yðar er gengin undir beran himinn, þar sem önnur viðfangsefni taka við. Þoku er að létta af og komnir sólskinsblettir hér og þar í sveitina. Ég sé í fyrsta sinni grilla í hið hvíta tarínu lok heimsins, Snæfellsjökul, milli þokutrafa og skýjaskugga. Í gærkvöldi þegar umboðsmaður yðar gekk út sér til afþreyingar, fór saman nætur húm og þoka og aðeins hvítir fuglar urðu séðir. Að morgni, á miðjum stíg næstum vallgrónum, glóir á fífil milli hlaðsteina og sóleir að búa sig undir að springa út. Þetta er milli presseturs og kirkju. Nú sannast að biskup hafiði nokkuð til síns máls þegar hann tók sendiboða sínum vara fyrir að risin veri höfuð ósmíð fyrir vestan. Að minnsta kosti verður Guðshúsið nokkuð lítið fyrir manni að sjá við hlið smíðar þessarar. Það er eitt fyrir sig að ekki hafa þeir geta látið þetta fellíki standa samhliða kirkjunni, heldur hornskakt á hana. Annað hvort höfðu þeir sem reistu ekki tekið eftir að þarna var kirkja, ellegar vildu tróða kirkjunni tær. Milli kirkju og smíðar þessarar er ekki nema rétt manngengt. Í bili skal ég taka það eitt fram, að kirkjan er úr tré og hefur upprunalega verið þakin bárujárni. Af því er þó ekki eftir utan á húsinu nema ein og ein plata á stangli. Ég nótera einnig til bráðabirgða að kirkjan virðist aðeins miðlungi hæf til að laða að sér söfnuð. Kassafjallir í gluggum, útidyrahurð rígnægð aftur, kirkjugarður virðist og lasinn. Myndar þar engin kross lengur rétt horn við undirstöðu sína. Minnismerki þessi, sum úr ryðguðu járni, önnur úr fúaspítum, eru öll veldrukkin til sýndar. Sína vex á milli leiða hærri en ég hef séð í öðrum stöðum. Aftur er fuglasöngur í góðu lagi með dillandi blístri þrastar á kirkjubustinni og sogandi jarmi sjófugls í björgunum álengdar. Víkur nú sögu frá þessu fátæka dýrðarhúsi. Til þeirra smíðar er fyrr var ádrepið. Upptembranir af þessu tagi eru ytra kallaðar bungalóar, hvaða tunga sem það kann að vera og hvað sem það kann að merkja. Venjulega á þetta orð við lágreist sveitahús eins og ríkir menn hvítir í nýlendum hafa smíðað sér til að herma eftir húsagerð innborinna manna, nema úr kjörviði og búin munaði nútímans. Umboðsmaður yðar gekk sig hálfvegis dreymandi að þessari framúrstefnu húsagerðarlistar í túni þar sem allur búskapur var kálfur einn, lasinn. Heimað húsi þessu lá engin vegur úr neinni átt, ekki einu sinni troðningur. Gluggar vandlega byrgðir með hlerum og hvergi rifa handa gluggagægi. Sunnan og vestan á voru breiðir dýrapallar með derum yfir og áttu þau víst að hlífa fyrir sól. Allt lokað og læst. 8. kapítuli. Safnaðarformaður í yfirheyrslu. Umboðsmanni yðar varð litið inn í gestaskála og sá þá að margt góðra kakna
var aftur komið á vettvang að þessu sinni í dögurðarskyni. Svo og stríðsterturnar 3 frá kvöldinu undan. Ég þóttist skilja að kaffikannan mikla mundi aðeins ókomin og laumaðist út öfugur á tánum. Varaðist að koma við hurðina vel marrandi. Á héraðskorti er bær safnaðarformans, Brún, markaður undir fjallinu 2 eða 3 kílómetra burtu. Ráðlegt að hafa tal af formanni áður en séra Jón kemur heim úr ferð sinni. Sveitamaður tók mig upp í jeppa sinn og kom mér áleiðis. Maðurinn spyr hvort umboðsmaður yðar sé í skemmtiför og játti ég því. Samt ekki ósköp leiðinlegt að rölta sér svona fótgangandi til þjóðveginum, spyr maðurinn. Ég neita því. Þegar byrjaðar að ljúga vandið að fara að segja satt á eftir. Hefði ég sagst vera gerður út af kirkjumálaráðuneytinu eða biskupsembættinu, mundi ég hafa talist viðsjálfsgripur. Sveitamenn skilja ekki að sendimenn kristindómsins skuli ekki aka bílum, en það ólíklegt að Páll postuli hefði verið hýttur í Þessaloníku ef hann hefði átt jeppa starthæfan. Bærinn er einhvers konar langhús eftir kórallaaðferðinni líkt og á pressidrinu. Honum virðist ekki hafa verið gert mikið til góða á þessari öld. Nema steinsteipu bíslægi og bröttum sementströppum hefur verið skeytt við gamla timburhúsið og stendur þetta furðuverk út úr miðri húshlíðinni. Ef til vill hafa menn fengið þá flugu að ganga inn í húsið á öðrum staðinum dyrnar, hvar sem þær kunna hafa verið í fyrstu. Það hefur verið ekki lítið staut að steypa svona æxli út úr járnklæddu timburhúsi. Mölin í steypunni hefur verið of stórgerð og hlutfallslega of mikill sandur á móti sementi og sennilega tölverður leir eða jafnvel mold saman við sandinn, því steypan er öll sprungin og farnar að vaksa grastegundir í sprungunum, ennfremur litlir blöndustrokkar og hið hvíta smáblóm músareyra. Senn verður þessi forstofa sáld eitt á hlaðinu og þá verður eftir gat í aldamótahúsið. Bóndi lagði frá sér verk sitt og bauð mér til stofu eftir að ég hefði gert grein fyrir mér. Umbi, eru þér Tumi Jónsson safnaðarformaður? Bóndi, svo er sagt. Ég selði ekki dýrara en ég keypti. Umbi, eru þér danskur? Bóndi, ekki nú svo vel. Ég er að Langfelgadali komin út af þessum frægu Jónsenum sem skrifuð Íslandssöguna. Tumi Jónsen er maður vel ofan við 60, kannski 70 eða 8, svipurinn merktur af erfiði og góðfísi. Það var bókfellslitur á skallanum á honum en augabrýrnar ljósar, augum blá og dálítil krepja í þeim. Hann spyr tíðindaða sunnan, það næst hvort ekki sé komin góð færð á vegun. Síðan er ekki allt gott að segja blessaðri biskupsskepnunni okkar. Umbi, takk fyrir, hann er ögn gigtveikur. Ég á að færa yður kveðju hans með þakklæti fyrir bréfið. Hann bað mig spyrja hvort ég væri gigtveikur. Tumi Jónsson, blessað himnaríkisljósið að þarna. Það var honum líkt. Þetta er öðlingur. Með leyfi eru þér víður maður. Umbi, nei, bara snúningapiltur. Tumi Jónsson, það er fallegt að vera lítillátur væni minn.
Gerið svo vel að fá þér sæti. En kvenfólkið því miður ekki heima. Þær skruppu í kaupstaðinn að kaupa sér sápu. Þær segja vorið sé komið. Nú á að fara að skruppa. Ég vona þær komi bráðum að gefa kaffið. Formaðurinn fer hann í kofortið sitt og tekur upp úr því portvínsflösku og 1 staup. Hellir á staupið, drekkur í botn og segir: Ég drekk fyrst af því ég er eldri. En ef þér hefðu verið vígður maður, myndi ég hafa látið vígður drekka fyrst. Hann ferði glasið innan með þumalfingri sínum, skenkti á það aftur og rétti mér þegjandi. Síðan stakk hann flöskunni og staupinu oní hjá sér og lokaði koffortinu. Umbi, svo þér eruð safnaðarformaðurinn. Tumi Jónsson, öllum á nú nafn gefa væni minn. Umbi, já, ég veit nú alla hvernig ég á að komast að efninu. Ég er ekki nema hálf 30 maður, ég hef ekki hunds vit á sálusorgun, ég veit ekki af hverju ég er að álpast þetta. Tumi Jónsson, kannski ég megi láta aftur í staupið. Umbi, nei takk, ég er nógu sveittur fyrir því. Af hverju ætli sóknarpresturinn sé ekki heima, kannski farin til útlanda? Tumi Jónsson, ekki hygg ég nú að hann sér að Jón minn sé farin þangað. Ég hygg hann hafi verið sóttur út á Nes seinnipartinn í gær að járna stóð. Þeir hafa sjálfsagt verið að í alla nótt. Umbi, ég hélt hann gerði við prímusa. Tumi Jónsson, það leikur allt í höndunum á þeim manni. En prímusar eru nú mikils til lagsti nýður síðan rafmagnið kom. Umbi, eru ekki til rafmagnsprímusar? Tumi Jónsson, ekki hef ég nú heyrt getið það. Umbi, hvað eru prímusar eiginlega? Hvernig er prímus? Tumi Jónsson, á prímus skal ég þér segja, haus, sem hitaður er upp með logandi spritti. Olíinu er dælt úr belanum upp í glóandi hausinn, þú kveikir á elspýtu og þá myndast gas og fer að loga, blálogi. Já, seg, þessar vélarleistu olíumaskínuna gömlu af hólmi á sínum tíma. Umbi, og margir hér eiga bílaðan prímus eða hvað? Tumi Jónsson, það kynni nú að vera fullmikið sagt. Það er umstang við þá, enda komið rafmagn. Þó skal ég ekki fortaka nema hann sér að Jón eigi sjálfur prímus. Núna gerir hann mest við rafmagn, það er að segja hjá öðrum því hann brúkar ekki rafmagn sjálfur. Umbi, er nokkuð hæft í því að hann gleymi stundum embættisverkum, eins og til að mynda að jarða fólk og því líkt? Tumi Jónsson, sumir halda því fram að hann sé ekki neitt bráð fljótur til að jarða. Umbi, en allir ánægðir? Tumi Jónsson, það getur að vísu verið bagalegt fyrir þá sem ekki þarf að jarða. Gerir minna til fyrir hina. Aftur á móti er hann eini maðurinn hér erlendis sem járnar hesta svo hald sé í. Ég held að sé ekki til sá hestur hér í sveitum sem séra Jón hef ekki tillt undir. Umbi, svo einum á gilda þó
gleymist að jarða. Tumi Jónsson. Sumum finnst það kannski dálítið skrítið. Þó veit ég ekki betur en allir komist á sinn stað á endanum. Umbi. Og kenningin góð hjá honum. Tumi Jónsson. Og seg ekki hætt við hann tali af sér hann sér að Jón minn. Umbi. Á hvað leggur hann áherslu í kenningunni? Tumi Jónsson. Við höfum ekki orðið varir við hann sér að Jón hefði neina sérstaka kenningu og það líkar nú okkur vel. Umbi. Hvað boðar hann þá? Tumi Jónsson. Ef stórt spurt, verður oft lítið svar, væni minn. Hann sér að Jón boðaði fátt hér áður og enn færra nú. Sem betur fer, myndi margur segja. Ekki það nú samt svo að við hérna séum á móti kenningum og allra síst, ef þarf ekki að fara eftir þeim. Kenningar eru til skemmtunar hefur mér alla tíð fundist. Hér í nálægri sókn prestur sem hefur boðað mikið. Fólk hefur farið að taka mark á því sem hann sagði. Það hefur ekki farið vel. Fólki hættir til að breyta öfugt við það sem því kennt. Umbi. Margt óskýrðra barna í sókninni. Tumi Jónsson. Ég hef nú ekki talið þau. Umbi. Þykir ykkur það samt ekki leiðinlegt? Tumi Jónsson. Sumum finnst það kannski dálítið skrítið, en börnin þrífast. Nú langar mig að spyrja yður sem safnaðarformann, hafið þér nokkra ráðstafanir á prjónunum viðvíkjandi Guðshúsi sóknarinnar? Tumi Jónsson. Í kirkjunni? Fóruð ég nú að skoða það líka, væni minn. Umbi. Kirkjan negld aftur. Tumi Jónsson. Hvað er að heyra? Kirkjan negld aftur? Já, þér segið satt. Það þurfti áreiðanlega að laga á henni hjarinnar. Meira segja að setja rúður í glugga. Já, þetta er ekki gott. Hér kemur margt góðra gesta á sumrin að skoða sig bekki og þá er vont að kirkjan sé negld aftur. Umbi. Hvað finnst söfniðunum sjálfum? Finnst honum ekki vont að geta ekki lokið upp kirkjunni? Tumi Jónsson. Og læti það vera, sumum finnst það kannski dálítið skrítið. Umbi. Til dæmis á jólunum. Tumi Jónsson. Það er orðnað svo margar skemmtanir nú orðið. Umbi. Kannski ekki messað á jólunum einu sinni. Tumi Jónsson. Ekki neina stóru messur á jólum, nei, ekki getur maður nú sagt það. Umbi. Hver ætlaði við mölva rúður í kirkjunni? Tumi Jónsson. Einhverjir spaugarar veit ég. Skoðunar litlir aðkomundrengir. Gætur líka hafa farið í rokum rúðugrein. Hann er svipóttur hér undir jökli, væni minn. 9. kapítuli. Konur koma með sápu. Jeppa var ég ekið með miklum óhljóðum í hlað undir glugganum. Sprungin hljóðungur eða ekkert pústrar. Konurnar stigu út með sápuna.
Gamla konan bar það umburðarlinda úttaugunar yfirbragð sem langt skeið var hreinn ágóði roskins bendafólks af lífsbaróttunni. Hinn velhaldin í rósóttum sirskjól, að minnstakosti 25 til 30 árum yngri. Safnaðarformaðurinn kynnti mér konurnar út gluggann, Tumi Jónsson. Þarna blessuð konan mín, ef ég mætti segja svo ljótt nokkra manneskju. Hinn hún Jósefína stjúpdóttir okkar. Hún færir okkur vorið sunnan úr firði með skrubbunni sinni. Það hún sem gerir allt hreint fyrir alla. Fósturmæðgurnar gengu inn, eldhúsmegin og kynningarathöfnin hélt áfram. Tumi Jónsson. Gesturinn sem þið, fyrir ykkar leyti, sjáið hér stúlkur mínar, hann að vísu ekki biskup yfir Íslandi, en sama sem. Að vera sama sem, það að mínum dómi sama sem vera meiri en biskupin. Slíkur maður í senn það sem biskupin og að auki það sem hann sjálfur, ungur og nettur maður. Húsfreyja réttir gestinum daufa hönd sína, ögn stama, svifbrigðalaust. Það hefur ugglaust löngu verið komið upp úr á henni eftir öll árin að hirða hvað bóndi hennar klifaði. Stjúpdóttirinn Rósótta hafði að sínuleyti kjötgóðan lófa með stint þumalfingursberg og nefndi sig að sunnan síð leið hún heilsaði. Frú Fína Jónsson, ekki úr Hafnarfirði. Kaffi skal strax verða til og nóg prins Pól og keks. Tumi Jónsson. Já, það mikið skrifað í blöðinu eyðsluna nú á dögum. Prins Pól og keksið nú það sem við hérna höfum látið okkur eftir síðan velgengnin kom í landið. Kannski hafið þér ekki prins Pól og keks fyrir sunnan sem skrifa í blöðin. Undirritaður baðst undan kaffi og pólokeksi. Jafnt fyrir því þó hið síðanenda kynnið að vera nútíma velsældarmerki Íslendinga. En það ekki síður í sveitum að taka menn trúanlega ef þeir afþakka kaffi og með því. Og frú Fína Jónsson fór fram að snerpa á könnunni. Hún lokaði ekki eftir sér en hélt áfram að skrafa upp úr búverkunum. Frú Fína Jónsson. Jæja, nú hver veiðimaðurinn vera komin í átnar. Gull í boði. Við skulum vona sjóbirtingurinn sé gengin. Já, það nú maður. En við skulum halda áfram að skrubba kokkusloftið okkar mamma eins og ekkert sé. Ekkjufrúin fór að gera sér þvottavatn í stampi fyrir miðri eldhúsgáttinni og hélt áfram að tala upp úr stampinum. Hafið þér nokkuð uppúriður maður minn að vera að rölta þetta landið fyrir biskupa? Umbi. Ekki fann nú mikið fyrir því, frú. Frú Fína Jónsson. Til hvers eiginlega þessi biskupar úr þeir hafa ekkit upp úr sér? Og þessir prófessorar? Það stóð í vísir daginn að þvottakonur hefðu miklu meira upp úr sér en biskupar og prófessorar. Umbi. Það skakkar víst ekki miklu. Tumi Jónsson. Já, það skal ekki gaman spaug vera. Frú Fína Jónsson. Það kemur auðvitað ekki af öðru en því að mennirnir vinna horki eftir uppmælingu nýja næturtaksta. Farðu ykkur þennan stól, mamma, og taktu ofan af hillunum en ég að blanda. Já, ég legg ekki meira á ykkur veiðimaðurinn kominn. Hver veit að maður fái veiðihúsið eftir uppmælingu nótt? Frúin hokrar enn að stampi sínum og blandar lútin fyrir opnum dyrum.
Ef umboðsmaður yðar hefði ekki verið gestur í húsinu myndi hann hafa hallað aftur milli stofu og eldhús með því hann fýsti ekki að sjá oflengi í gumpkonunni og gráar geilar þar sem hún stóð í keng. Hann reis á fætur, þakkaði góðar viðtökur, bjóstur að kveðja. Segir síðan í trúnaði við formann safnaðarins: Þér sjáuð, formaður, ég er dálítið óreyndur. Ég botna sannast sagt ekki mikið í þessu. Kannski ég mætti hitta þér aftur þegar ég er búin að tala við hans séra Jón, ef ekki á morgun þá hinn. Lítil spurning var þó rétt komin fram á varin mér áðan, kannski tvær. Tumi Jónsson: Gerið svo vel, væni minn, spyrjið eins og yður líst. Enginn hefur á spurninni. Hitt mundu margir mæla að vesalli svargikkur, en Tumi Jónsson finnist ekki undir jökli. Fyrsta spurning: Er nokkuð hæft í því að undarlegur kassi hafi verið færður upp í jökul fyrir nokkrum árum? Formaður klórar sér með fingri undir hálslíningunni. Fína mín, hefur þú heyrt nokkuð það? Frú Fína Jónsson: Heyrt hvað? Formaðurinn: Að það verið farið með eitthvað upp í jökul. Frú Fína Jónsson: Hvað veit ég það? Sér nú hvert kjaftaðið. Húsfreyja einnig framan úr eldhúsi: Hefur hann séra Jón nokkuð látið hafa eftir sér það? Formaðurinn: Velst hvað biskup heldur. Í bréfi yðar til biskups er nefnd kynleg umferð með ótiltekinn kassa á jökulinn, en ekki veitt nein skýring. Formaður: Ég gat ekki á mér setið að minnast á þetta í bréfinu sem ótilhlýðilegan slefburð. Áður en ég talaði séra Jón vildi ég gjarna hafa eitthvað fyrir mér annað en slefburð. Með annar orða, hvað er slefburður? Er slefburður tímabær eða ótímabær umræða atburði sem sannanlega hafa gert, eða er slefburður lygi frá rótum? Húsfreyja tautandi í eldhúsinu nokkuð seinmælt, dimmrödduð, einlægt á sömu nótunni: Ætla geti ekki verið hvort tveggja á bæði. Aftur á móti sagði gamla fólkið: Oft má satt kyrrt liggja. Gatthestarnir og snjótillingarnir mættu best vita hvern mannan séra Jón hefur að geyma, enda elta þessi kvikindi hann í flokkum. Meira að segja hrafnarnir slást í förmöðunum ef þeir sjá hann á víðavangi, og það þykir mér nú verst, því margt hefur maður nú sér ljótt til kramsa. Frú Fína Jónsson komin upp á eldhúsbekkin með rósakjólin upp sig og farin að skrubba loftið. Vel gæti ég trúa því að það veri gullpenningar í kassanum. Við skulum bara vona þessi ekki kvenmaður. Er hugsanlegt að nokkur hér þekki nokkur með nafni og áritun sem veit staðreyndir í þessu máli? Frú Fína Jónsson: Reynandi að spyrja Jódínus. Einhvers staðar hefur skrattin af honum ámunna sína. Jódínus, hvers sonur hann og hvar var hann heima? Frú Fína Jónsson: Hann Jódínus Álfberg, hvers son? Ætlan Jódínus hafi átt nokkur sérstakan pappa, aldrei hefur mér dálítið það í hug. Þetta er bara 12 tonna elska og skáld. Eins og ég hef ekki reynt að hafa upp úr honum hvað sé í kassanum. Ef þú segir honum þú komin frá mér, þá drepur hann mig. Mamma,
Það er að sjóða upp úr gallinum. Hver veginn að veiðimaðurinn viti eitthvað? Ef einhver hefði kjark til að spyrja hann. Hver er þessi veiðimaður? Frú Fína Jónsson stígur á hann úr hæðum sínum og strýkur honum sig sirkjólin. Biskup er það sama sem og hefur ekki heyrt veiðimannin nefndan. Það var hann sem veiti 40 punda laxinn í Bláfelldar á og mistan. Það brotnaði í fiskinum veiðistöngin. Hvaða fólk kannist þið við, biskuparnir? Misti þann stóra, já. Veiðimenn missa stundum þann stóra. Þó oft erfitt að sanna það. Frú Fína Jónsson. En veiðimaðurinn veiddi sinn fisk aftur sama daginn. Enginn trúði því að maðurinn hefði mist svona þungan lax. En kvöldið sannaði fiskurinn sig. Þeir fundu hann niður undir sjó með veiðistöngina á allt saman í kjaftinum. 40 pund. Það var aldrei verið annar eins maður á Íslandi. Né annar eins fiskur. Eða kvenfólkið í kringum hann skaltu segja maður. Þeir segja í konu, ég man ekki hvað mörgum höfuborgum. Og þó var sú stórkostlegust sem hann veiddi upp undir jökli. Hvern persóna var það? Frú Fína Jónsson. Það var ein af þessu framúrskarandi holdi hér. Og hvernig fór? Frú Fína Jónsson. Það mætti reyna að spyrja hann sér að Jón. Formaður. Hræddur er ég að ekki sé allt nákvæmlega raki hjá þér núna, Fína mín. Heitt er satt að frægur maður reisti veiðimannahús svo til upp í vitunum á honum, séra Jóni. Frú Fína Jónsson. Ég var gift 10 ár í Hafnarfirði, pabbi minn. Í Hafnarfirði má maður segja sannleika með hvern sem er. Það er ekki eins og hérna. Eða handa hverjum haldið þið að veiðimaðurinn hafi reist veiðimannahús ofan í honum, séra Jóni. Annað mál er það að kofinn var ekki fyrr komin upp en konan var horfin. Dauð. Þetta vita allir menn. Laxinn kom aftur á móti aftur. Þér nefndu það áðan framúrskarandi hold, frú. Fyrirgefið, mér var ekki með öllu ljóst hvort þér áttu við mennskan mann eða lax. Þyrfti útskýringar. Það er talað framúrskarandi fisk og framúrskarandi kjöt, en ég hef ekki talað framúrskarandi hold. Hver er mælikvarðinn? Frú Fína Jónsson. Já, til að mynda holdið á mér. Það er ómerkilegt og grófgilt hold. Enginn kæri svoleiðis hold, frekar en farikett. Enda enginn reist veiðimannakofa yfir það. Það verður það vel greiðskattina Jódínus. Þér hafi þó verið manni gefin í Hafnarfirði 10 ár að sögn yðar sjálfrar. Frú Fína Jónsson. Já, maðurinn minn sæli. Hann var mikill elsku blessaður maður. Það við Guð. En hann var ekki mesti veiðimaður heimsins. Móðir frúarinnar framan úr eldhúsi. Fyrr má nú róta döðróta. Frú Fína Jónsson. Ekki einu sinni 12 tonna maður eins og hann Jódínus. Aftur á móti var ég nógu góð handa mínum manni, þó ég hefi einlagt haft heldur vont hold og skrápurinn á mér sé ekki góður og ég sé ekki gallalaus innvortis. Var hann hvalari? Frú Fína Jónsson. Hann var ekki einu sinni hákallamaður. En þó hann veiddi fátt, var hann lifandi áhuga fyrir fiski.
Hann var eini maðurinn á landinu sem hlustaði á loðnufréttirnar í Ríkisútvarpinu og fylgdist með gjaldþrotum hraðfrystihúsanna. Svo tók hann soldið í nefið, fór út og keypti vísir og þar fram eftir götunum